Talsmaður Núbós segir mjög alvarlegt að drögum að samningi að sveitarfélögin á Norðurlandi hafi verið lekið. Fundað var málið í dag. Drögum að samningi við Hwang Nubo vegna Grímsstaða á Fjöllum var lekið til ótengdra aðila. Talsmaður Núbós segir þennan trúnaðarbrest alvarlegt mál. Erla Hlynsdóttir. Framkvæmdastjóri Seong Kuhn á Íslandi, fyrirtækis Hwang Nubo, hélt í dag fyrirlestur undir yfirskriftinni Tilraun kínversks einkafyrirtækis til að fjárfesta á Íslandi. Opnaðar fyrir fyrirspurnir úr sal og kom þó í ljós að þar voru áheyrendur með drög að samningi vegna Grímsstaða undir höndum. Ég átti nú ekki von á því að honum hefði verið lekið vegna þess að mér vitanlega hefur ríkisstjórnin ekki einu sinni fengið formlegt eintak á honum. Þannig ég veit ekki hvernig það á því stendur en það mjög alvarlegt mál, það ekki hægt að halda trúnaði svona máli. Það óeðlilegt og að aðili út í bæ sem málinu tengist ekki með einum hætti skuli vera með eintak. En hvaðan getur honum hafi verið lekið? Ég get ekki tjáð mig það, mér það ókunnugt. Lekinn kemur sveitastjóra Norðurþings einnig í opna skjöldu. Já, það kemur nokkuð óvart. Það vísu ekki neinn leyndarmál að ræða en engu að síður þá ekki samningarnir fullgerðir og við vorum búin að ákveða það að gera það opinbera leið og þeir eru fullgerðir. Hverjir eru það sem hafa aðgang að þessum drögum? Það stjórn GÁF sem fer með þessi mál. Fyrir 5 vikum síðan þá afhenti ég þeirri ráðherranefnd sem fer með þetta mál, samningana. Þá segir hann þau hafa komið til umfjöllunar hjá sveitastjórnum þannig að það sé nokkur fjöldi aðila sem hefur fengið þau til skoðunar. Við þykir þetta bara miður. Það eru þau Lára Hanna Einarsdóttir, Jón Þórisson og Guðmundur Vilhjálmsson sem hafa drögin undir höndum. Nú síðdegis áttu þau fund með fulltrúum ráðherranefndarinnar sem þau óskuðu eftir til að kynna henni gögn sem þau hafa aflað sér fyrirhugaðar fjárfestingar Nubo. Þá kom Halldór Jóhannsson einnig fyrir nefndina. Fundurinn var án niðurstöðu. Fréttastofa hefur ekki fengið afritað drögunum. Talsmaður Hwang Nubo á Íslandi hefur væntingar til þess að niðurstaða fáist í mál hans innan tíðar. Samkvæmt leigusamningi við sveitarfélög á Norður- og Austurlandi verði 1% lands á Grímsstöðum notað fyrir hótel og þjónustu, annað verði fólkvangur. Halldór Jóhannsson, talsmaður Hwang Nubo á Íslandi, hélt kynningu á viðskiptaáformum hans í dag. Þar kom fram að Hwang Nubo hefði boðið ríkisvaldinu að taka þátt í fjárfestingunum. Þá kom fram að leigusamningar við sveitafélög á Norður- og Austurlandi leigu á Grímsstaðalandinu gerir ráð fyrir að félag í eigu Hwang Nubo taki 300 hektara undir hótel og þjónustu, 1% jarðarinnar, annað verði fólkvangur. Þá fengi Hwang leyfi til að nýta heitt og kalt vatn fyrir starfsemi á svæðinu. Halldór segir að Hwang Nubo hafi misskilið íslenska stjórnsýslu þegar hann hafi komið fram í kínverskum fjölmiðlum og sagt að samningar væri í höfn. Það sem er rétt í þessu máli það að samningar við sveitafélögin liggja fyrir og þeir eru tilbúnir sem slíkir og hann hafi fengið þó til yfirlestrar og til samþykktar. Þannig að það var svo samningu sem hann var að vitna til. Halldór vonar að málið leysist innan tíðar. Ég vona bara að hlutinni gerist á næstu dögum og vikum, þannig að það komist botn í þetta mál og ég hef væntingar til þess að það gerist.